Nú komin ný og glæsileg lína af sjónvörpum frá LG í hátækni. Nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Æ, Logi, þetta að bresta á nokkuð skjálftímanu? Nei, bara tilökun. Þetta til þess að maður í þessu, að fá að spila á móti þeim bestu og þetta náttúrulega bara forréttindi. Að fá að mæta öllum þessum góðu liðum og við erum stemdir og við ætlum ekki bara að vera með. Við ætlum að stríða þessum liðum og ráðast á það frá fyrstu mínútu. Já, það ekki málið? Smá blitz bara og setja á hælana strax? Ég held að það sé svolítið út úr þeirra svona, hvað sem comfort zone að mæta til Reykjavíkur og þeir eru ekki vanir að vera að koma að spila í svona á móti minni spámönnum eins og við erum í rauninni og ég held að styrkurinn okkar er að bara ráðast á það frá fyrstu mínútu og leyfa þeim að vera svolítið hvað sem óörugga og pirraða. Þannig að ég held að það sé stefnan í okkur bara að vaða í þá. Það er ekki fyrir séð þessar stærri þjóðir verði síðan með einhvern væl. Þeir hafa náttúrulega búið svo vel síðustu ára að vera bara í einhverjum úrvalshópum og spila bara hvern með annan en nú þurfa þeir aldeilis að fara að leggja land undir fót og mæta til litlu Reykjavíkur. Já, það er náttúrulega bara plús fyrir okkur ef þeir verða eitthvað pirraðir og já, eins og þú segir, þá eru þeir vanir, mörgum af þessum liðum hafa verið bara boðið á lokakeppninar oftast eða spila nokkar leiki á milli hvors annars og fara svo beint í lokakeppnina og núna þurfa þeir að ferðast og mæta hingað og við verðum bara að spila okkar leik, að passa upp á að þessar þjóðir náðu ekki að ýta okkur út úr okkar systemi og ég held að við eigum bara í rauninni, það er raunhæfur möguleiki að gera allt þegar maður kominn inn á völlinn. Þú veist, við mætum bara og verum brjálæðir og reynum að pirra það og spila okkar leik og passa það líka að þetta eru sterkir og stóri strákar og þeir reyna að ýta okkur út úr okkar systemum og við verðum að vera agaðir. Sko, í undirbúningi fyrir þetta verkefni það voru 2 æfingaleikir, annar gegn úrvalsliðir í samningslausra leikmanna í Litáen og svo náttúrulega gegn feikilega sterkum Litáen. Hafa þessi 2 leikir eitthvað að segja, svona ef maður fyrir að reyna að leggja mat á stöðun á íslenska liðinu? Kannski ekki beint mat, en það hefði að segja fyrir okkur í undirbúningunum að fá 2 leiki og sérstaklega á móti góðu liði og sjá í rauninni bara svört og hvítu hvernig þeir eru og hvernig þeir spila þessar stóru þjóðir. Og við vorum náttúrulega verið mikið meira tilbúinir núna heldur við vorum þá og erum mikið lengra komnir í undirbúningnum en þetta náttúrulega, já, þetta hjálpaði okkur að fá þessa leiki en kannski gefur ekki beint svona vonandi ekki sýnin inn í þessa leiki því að við töpum náttúrulega það stórt á móti Litáen. Takk fyrir þetta, Logi, og bara góða skemmtun. Takk fyrir. Kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn.